Það komið sæl, það Rauða borðið sem hilsar á þess ágæta kvöldi. Ég með góða gesti hérna, það Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, Auður Alva Ólafsdóttir. Alfa, já. Alfa, já. Starfsmaður ASÍ og Valur Grettisson, blaðamaður á Heimildinni, ekki? Jú. Þú varst á RÚV og hættir? Var RÚV, hætti, já, og bara færði mig. Það bara, þannig bransinn. Ég gerði það líka eins og ég fór á RÚV og hætti og blöðunaftur. Það allt hætti í þessu. En það svo sem merkast núna, náttúrulega stjórnarmynduna þeirra Bryndís. Ég finnst það merkilegast. Ég verði að alls konar hlutir að gerast, sko. Jólin að koma. Við verðum að fá einhverja stjórn í landi. Já. Og ertu að spáði hvernig mér lítist á þetta? Já. Bara ekkert sérstaklega vel? Nei. Akkur, þarna þrjár konur alveg glaðbittar. Nei, ég meina, ég auðvitað bara sannur sjálfstæðismaður og ég auðvitað á þeirri skoðun að alla ríkisstjórnir séu miklu betri með sjálfstæðisflokknum innanborðs. Já. Og ég hefði alveg séð slíka ríkisstjórn geta orðið til núna eftir þessar kosningar. Og ég held að Þorgerður Katrín og Viðreisn eru náttúrulega með pálmann í höndunum. Þau eru svona nýja framsókn. Þú veist, í þeirri stöðu það alveg sem hvað gerist að þau verða alltaf í stjórn og það augljóst að Þorgerður ætlar að halla sér til vinstri og láta á þetta reyna og maður svona heyrir á þeim að þetta virðist vera að ganga. Mér nú fundist samt hvað Þorgerður svona hvað mest sko vera svona hóvar í yfirlýsingum. Inga náttúrulega aldrei hóvar í neinu sem hún segir sko. Nei, hún syngjandi glöð. Já, hún syngjandi glöð. Og það náttúrulega örugglega bara því að Þorgerður að spila vel úr sínum spilum. Hún veit að hún getur setið í ríkisstjórn, hvort sem það með þessum tveimur konum eða einhverjum öðrum. Já, þetta kemur nú kannski líka til að því að Kristrún með umboð forseta þá svona ekki til síðs að mynda aðra ríkisstjórn með. Nei, ég meina, þú veist, ef það er meiri hluti, þá er meiri hluti alveg óháð því hvað forseti svo sem hverjum hann ferur umboðið. En ég held að það sé nú alveg ljóst að Þorgerður og Kristrún hafi langað að vinna saman í töluverðan tíma. Og þannig að það notið það tækifæri núna. Ég get alveg skilið það. Þannig að við bara sjáum hvað setur hjá þeim, en ég meina Þorgerður allavega í þeirri stöðu, hún getur farið í ríkisstjórn hvernig sem er, en ég held að Kristrún og Inga Sæland, þetta sé þeirra möguleiki til að komast í ríkisstjórn. Þannig að það er máli búast við þá líka að kannski þeir tveir flokkar séu mögulega að gefa meira eftir, ef að þarf að gefa eftir til að ná endum saman. Já, sennilega það Inga, hún kemur ekki með á fyrsta degi 450.000 krónar lágmarkslaun til öryrkja, eitthvað þarf að vinna það, þannig. Já, hún hefur náttúrulega verið mjög yfirlýsingaglöð bara í gegnum tíðina og hennar flokkur í loforðum og yfirlýsingum og stundum í málum sem við höfum kannski ekki öll haft mikinn skilning á þinginu, sko, bara hvernig mögulega sé hægt að útfæra. Nú er það þá þeirra höfverkur að finna út af því hvernig á að vera hægt að útfæra þetta. Það er brosenn. Það er brosenn, já. En Auður, hvernig lýsir á þetta? Mér lýst bara ágætlega á þetta. Svona kvennastjórn. Sko, ég sé þetta reyndar ekkert alveg þannig endilega Þorgerður sé að halla sér til vinstri. Ég meina Samfylkingin hefur auðvitað fært sig nær miðju og bara núna að miðjunni myndi einhverjur halda því fram að hann sé jafnvel svona hægra megin við miðju. Ég held að fara svolítið eftir hvort þú ert vinstra eða hægra megin í pólitík, hvað það finnist það, sko. Ég held að sumir Samfylkingamenn það fer nú þá þegar þeir heyra þessa lýsingu að Samfylkingin sem mögulega fara hægra megin við miðju. Já, þú veist, en ég meina svo er þetta bara, og það er þannig með alla flokka sem eru þokkalega stórir, þú veist, að fólk er þú veist, þetta er eitthvað róf og auðvitað eru einhverjir innan Samfylkingarna sem eru vinstra megin við miðju og jafnvel, þú veist, bara frekar mikið í vinstri og svo eru bara, þú veist, fólk sem að sumir myndu segja að ættu betur heima í Viðreisn. Þú veist, þannig að einhvern veginn rúmast alls konar fólk innan Samfylkingarnar. Og svo er flokkur fólksins auðvitað, ég meina þau eru með þessar félagslegu áherslur, þessi félagslegu markmið, en eins og ég sé það þá allan finnst manni svona þær leiðir sem að flokkurum vill oft fara til að ná þessum markmiðum vera frekar hægra megin og svo getur fólk sem spyr sig sko þú veist hvernig það á að ná sko. Svo dregur hver og einn þessa línu sína milli vinstri og hægri sko. Já, hvar hún sko, þannig að þú veist ég upplifi þessa flokka. Þú veist, ég meina þetta ég meina þú veist, og miðjan er ekkert eitthvað bara, það er ekkert eitthvað punktur, þú veist, ég meina það er, ég meina, jú, miðjan er punktur, en ég meina svo nær hún náttúrulega sé hverju megin við, þú veist, þannig ég sé ekki annað en þetta sé bara, þú veist, miðjustjórn og kannski er bara, eitthvað ákall í samfélaginu eftir því.
Þannig og svo þetta bara, verður að minnast að það er náttúrulega bara mjög spennandi að við séum með 3 konur sem eru að fara að mynda stjórn. Mér finnst það bara stórmerkilegt og og bara skipta, máli. Þetta, ég er alveg á því að það sé ekkit alltaf, við getum ekki sagt bara, að frábært að það sé kona bara, þannig kona, en ég meina þetta eru bara 3 skillegar og flotta konur og mér finnst það í alveg skipta máli bara fyrir ungar konur í þessu samfélagi að sjá þessar fyrirmyndir, og krakkar þetta, þeir kippa sér ekkert upp í þetta, eins og unglingur minn sem er 15 ára, hann er bara eitthvað, og svo vott, skilju, en jafnvel fyrir mig, ég er 35 ára, mér finnst þetta stórmerkilegt, maður er bara, hann er... Minn ágæti bróður sem er samstöðinni líka, hann segir að flokkur fólksins sé argasta hægri, ég langt til hægri. Já, ég er ósammála því. Þetta er náttúrulega stjórnarministrið sem enginn bað bara svo það sé sagt. Þetta kemur náttúrulega mjög óvænt upp á kössunum í sjálfur sér. Flokkur fólksins var náttúrulega svo sem spáð þokkalegu gengi, ekki svona öflugu gengi. Og stjórnmálafræðingar segja að flokkur fólksins sé vinstri flokkur. Hann er gríðarlega ruglingslegur sem slíkur, það er alveg að reyna. Er hann ekki hist og hér svolítið? Hann er einmitt og það er náttúrulega eins og var sagt hér áðan að það er út af því að hann hefur verið mjög yfirlýsingaglaður og þær yfirlýsingar hafa verið út allt litrófið og þar að leiðandi er þetta mjög sérstakur flokkur og ber mörg einkenni populismans og það er náttúrulega mjög athyglisvert líka að þessi ríkisstjórn, þessar valkyrjur er að fara að leiða til valda fyrsta populíska flokk í sögu Íslands sem bara er ákveðin tíðindi í mínum huga. Að því gefna við getum sagt að með óeigandi hættari populískur að þau hafna þeim stimpli sjálf en stjórnmálafræðingar segja að það séu augljós merki og við getum talið skilgreiningarnar og ég meina bara einföld skilgreining er eins og Eiríkur Bergmann kom með hann sagði í Hollandi til flokkum heitir frelsisflokkur í þeim flokki er einn maður og hann á flokkin það er mjög athyglisvert og það er engin annar í þessu flokki, hann er bara í honum hann fekk kosningu og er á í þingi fyrir sig sjálfan, fyrir flokk sem hann á þetta er ekki fjöldahreyfingin einu skilningi ef þú skoðar flokk fólksins til að mynda þá er bara ein manneskja skráðir eigandi það er bara Inga Sæland og það er ekki að því hún á flokkin þetta er bara skatta þetta er bara þú þarft alltaf að skrá raunverulegan eiganda þetta er sama við með Sjálfstæðisflokkinn og fleiri en þeir flokkar fara þá leiðum að hafa kannski heila stjórn bara þá stjórn eða bara upphaflega stofnendur flokksins og svo framvegis sem eigendur en þannig er bara einn eigandi og það er hún þannig að þetta mér finnst þetta að vera bara svolítið svona athyglisverð tíðindi og enginn hefur minnst á þetta að Ísland er að fá yfir sig ríkisstjórn sem er alltaf tegir sig frá svona hægri miðju og frekar langt í vinstri samfylkingin er náttúrulega langt í frá að vera vinstramegin við höfum séð það undanfarið að flokkurinn er búin að losa sig við konur þá helst sem hafa verið frekar langt til vinstri í pólitíkinni, gamla kvennalistakonur sem komu upp úr þeirri byltingu á sínum tíma og eftir stendur mjög svona glerísku flokkur það er bara augljóst, þetta er bara hægri krataflokkur og við höfum ekki séð þannig flokk sem Ingibjörg Sólrún var 2003, 2004, 2005, 2006 þannig að það er alveg sá flokkur er glænýr og það er auðvitað ástæðan fyrir hún gengur ágætlega vegna þess að Íslandingar er að upplægi frjálslyndir og tiltölulega hægra með miðju það er svona mín kenning vinstarmenn með útreið vinstriflokkana þá er það alveg síðan er svo hitt það náttúrulega útreið vinstriflokkana og ekki menn hafa reynda sérstaklega sjálfstæðismenn hafa talað um það að þetta er svona ósigur vinstrisins það er ekki endilega rétt heldur fylgið er bara færast það yfir þessa flokka og þá er mitt takaði ekki flokk fólksins með útreikning vegna þess að hann er eins og hann er síðan náttúrulega svo er ákveðin tíðindi sem er náttúrulega og það segja allar okkar heimildir og ég hef talað fullt af fólki í kringum þetta að það verður bara kosið það að halda áfram með viðræður við ESB það er bara ótrúlegt mál það er ótrúlegt ef svo fer að því að síðast þegar vinstri stjórn reyndi að vera við völd og það fór skelfilega þá fór sá flokkur frá með látum svo ríkisstjórn einmitt út af ESB það er bara þungt mál, það er ómikið skautun í þessu máli það er bara nánast bara pólitískt sjálfsmorð í upphafi ríkisstjórnarinnar að mínum mati það er bara, mér finnst það mjög vafarsöm ákvörðun að fara þangað ekki það að ég er mjög hlynntur að mörguleitinu til að skoða þetta allt saman en mér skilst að það sé að því að Viðreisn, ef þið farið bara inn í stefnu Viðreisnar, hún stendur fyrir tvennt, það er ESB og hækka ekki skatta á vinnandi fólk og lítilega meðalstór fyrirtæki. Það er það tvennt sem getur tekið út úr þeirri stefnuskrá.
Já, þau eru að fljóta afgreiða þeirra vilja í stjórnarsáttmálunum. Já, eins og ég segi, ég meina það er ekkert sérstaklega flókið að semja við þau. Aftur á móti, Flokkur fólksins sem er verulega flókin mál, en við heyrðum líka allt í einu, sko, Inga Sæland lagði fram þingsályktunartillögu 2021 að slíta endanlega aðildarviðræðum við ESB. Og sagði að þetta var löngu búið að gera þetta. Svo hann spurði hérna, hver er afstæðin til ESB í dag? Bara, það má náttúrulega ræða það, sagði með einhverjum svona nýjum, svona háheilugum tóni sem ég ekki heyrt mér lengi. Þetta er svona, þannig að mér finnst þetta svona, ég er ekkert sérstaklega vonguður að þeir ríkisstjórn verði mjög, svona langlíf. Mjög langlíf í fyrsta lagi, að hún eigi eftir að fara vel í kjósendur heldur. Og sérstaklega því að þeir kjósendur sem, þetta er mjög ólíki kjósendur, þetta er augljóslega þeir sem vilja Flokk fólksins, eru náttúrulega svolítið á svona róttæku vinstra rófi og mögulega eitthvað svona afleiðing, þetta er svona eftirhrunsafleiðingar og sá hópur, kjósendahópur hefur ekki reynst neitt rosalega áreiðarlegur í kosningum. Nei, en það er sko, þau eru með rödd og þarna skiptist þetta alveg, sko, 3 kallar og 3 konur í forystusveitum. Og ég held að, eins og segja á hennu, sko, það er svo jákvætt svona út í frá. Það séu 3 konur að mynda ríkisstjórn, engin karl komið að nærri. Ég sé bara ekki að skipta máli. Ég sammála auðvitað með svona... Ég held að það geta alveg haft áhrif á, sko, þú veist, hvernig stjórnarandstaðan kemur út, þú veist, eitthvað með, 3 kalla í stjórnarandstöðu að gagnrýna þessar konur, þú veist, ég held að það geta verið svolítið áhugavert, þú veist, og 3 hægri kalla, þú veist, á móti svona, þú veist, félagshyggjumiðju, þú veist, það geti haft áhrif á ásýndina, sko. Ásýndin og ímyndarlega sé kemur að, eins og sagðir áðan, er það mikilvægt að einhverju leitinu til, en svona þegar kemur að bara málefnum og bara málefnilegri umræðu, er það ekki til umræðu? En mér finnst það samt svolítið eftirtektarvert hvað Inga, mér fannst hún taka svolítið snúning strax eftir kosningar og einhvern veginn hljóði henni breytast hann sem mikið, mér fannst hún verða einhvern veginn svona, þú veist, ábyrgðarfullri og þú veist bara, ég held að hún ætli sér einhverja hluti og gerir sér alveg grein fyrir að hún þarf aðeins að breyta kúrs. Mér fannst það mjög áhugavert að sjá það, svo bara spurning hvernig hún heldur utan sinn hóp, sko, en hún hefur svo sem alveg sýnt það að hún er óhrædd við að taka ákvarðanir þegar þarf á því að halda, sko, þannig minnst allavega, að það er ekkit endilega þannig að þau verði eins núna í þessu stjórnarsamstarfi höfum verða þó að þetta getur þetta alveg orðið vandasamt. Bjarni formaður þín, hann er búin að boða bara harða stjórnarandstöðu ef þetta verður að veruleika? Ég meina, ef að þetta verður að veruleika, þá er þetta svo staða komin upp að við erum komin í stjórnarandstöðu. Bjarni er ekki nýri því, hann þekkir það. Hann er einslega því með vinstri stjórninni. Ég er reyndar alveg ný í því, ég hef aldrei verið í stjórnarandstöðu að minni hluta. Þannig að ég er ekkert spennt fyrir því. Ég held að það sé frekar leiðilegt. Það verður alltaf eitthvað gagnrýna og röfla. Ég hef miklu frekar bara keyra í verkefnin og áfanga. Þú situr einhverju nefnd og getur látið þín taka það. Já. En ég meina örugglega, ég mun leggja mig alla fram við að vera í stjórnarandstöðu. Komið til þess, þá ger ég það. En ég meina, ég er líka reynda að grínast með það. Ég hef stundu sagt að það er örugglega, sko, að vera óbreyttur þingmaður, sko, í stjórnarliðinu að stjórnarandstöðu, örugglega miklu auðveldar að vera í stjórnarandstöðu. Þú bara pikkar upp þau mál sem þú hefur áhuga á og hefur sterkar skoðanir og getur svolítið bara gagnrýnt án þess að bera einhverja ábyrgði að þurfa að verja eða eitthvað, sko. Þannig að við munum reyna það, komið til þess, en ég ætla að vera sammála, sko, Vali, ef að þeim tekst að ná þessu saman, þá er ég ekki endilega vissum að þessi ríkisstjórn myndi halda út í 4 ár. Og þau eru örugglega að vanda sig mjög mikið núna að ná utanum málefnin, stjórnarsáttmálan og mér sýnir, sko, Kristrún er náttúrulega búin að vera mjög upptekin af planinu sínu og hún er örugglega að hugsa þetta eins, sko, í einhverju plani, einhverju aðgerðaplani og bara fyrsta ári, annað ári og þriðja ári og eitthvað svona. En yfirleitt það sem sprengir nú ríkisstjórnir er það sem er ekki í planinu, sko, heldur eitthvað annað sem kemur upp. Og þá, sko, og þarna kemur líka því sem ég held að verði, sko, Viðreisn mjög erfitt. Því Viðreisn er ekki gamall flokkur. Komin á þing 2016 og þá sömdu við það og fórum í ríkisstjórn með þeim. Sú ríkisstjórn sprakk innan árs. Og auðvitað átti Björt framtíð kannski stóra skrefið þar en var bakkað upp af Viðreisn, sko. Og þau fóru tilbaka og fundu fyrir því í kosningunum strax á eftir. Og þetta var auðvitað, sko, hræðilegt svona fyrsta reynsla þeirra að veru í ríkisstjórn. Þannig að það væri auðvitað ekki gott fyrir þau að komast inn í ríkisstjórn núna sem að myndi ekki ná út kjörtímabilið með að við svona stuttan aldur. Þannig að það er væntanlega það sem að ég myndi halda þau óttist hvað mest og
út af þessu með Evrópusambandi, það alveg ljóst. Ég hef stundu sagt að ég veit að Viðreisn mér ekki sammála, en þetta margt sem margt var með mér í flokk áður, en þau stofnuðu flokkin í kringum Evrópusambandi. Það var stóra málið. Þess vegna mjög eðlilegt að þau setji það á oddinn. Kristrún náttúrulega ítti því alveg til hliðar. Og ég vil nú meina að það sé eina ástæðan fyrir því að samfylkingunni gekk svona vel, því það var að taka þessu gömlu mál, hvort sem það er stjórnarskráni eða ESB og ítti því til hliðar og það er bara, förum hérna bara markvisst í þetta. Og það sem hún hefur líka sagt sem að ég er mjög sammála Kristrúnu hvað það varðar. Ég er auðvitað á þeirri skoðun að okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins á meðan við höfum þennan frábæra samning að vera í EES. En sko Brexit kenndi okkur rosalega mikið. Bæði að það er mjög erfitt að fara út úr þessu sambandi ef að þú ert komin inn í það. En líka það að það er sko þjóðaratkvæðagreiðslur með litlu mun geta verið rosalega þungar og erfiðar fyrir þjóð. Og ég nefnilega var einhvern tímann uppi stúdera svolítið sko þetta þegar þetta kom upp eftir hrun og var í einhverjum kúrsum upp í háskóla og fannst þetta svolítið spennandi konsept. Mér finnst það spennandi í sveitarstjórnarstiginu að vera hægt að kjósa einhver svona mál og þú veist, leyfa sem flestum að koma að oftar og svona. Mér hefur svolítið snúist hugur í því og stundum er það bara þannig að það þarf að kjósa fólk sem að þarf að bera ábyrgð og þá er þetta skammast í þessu fólki og það getur þá farið ef það stóð sig ekki. En það er rosalega erfitt að taka sko stórar og miklar ákvarðanir út af því að 55% sagði já, en 45% er algjörlega á móti. Og þannig að ég held að það, þú veist, út af því að svo, þó að fólk segir bara já, við erum bara að greiða atkvæðum það hvort við eigum að halda áfram að viðræðunum og svo fáum við að sjá pakkan og sko kjósum það. Sko, þetta eru aðlögunar viðræður. Við vitum alveg hvað Evrópusambandi er. Auðvitað vitum við að það er mögulegt að semja einhverja þætti svona í einhverju aðlögun, alveg eins og Danir samþykktu að þjóðverðin gátt ekki koma upp og keypt sumarhúsin og þá má engin erlendur ríkisborgari eiga íbúð fyrir eftir einhvern x tíma og eitthvað svona og við getum kannski haldið utan sjávarauðlindirnar í einhver tíma. En í grunninn vitum við alveg hvað pakkin er. Brussel er ekki að fara snar breytast út af litla Íslandi, sko. Nei. Þannig að ég held að það sé mjög flókið fyrir stjórnmálaöfl að koma fram og ætla að setja þetta svona stíft á oddinn og krefjast þess að fá atkvæðagreiðslu það. Því að þetta er eiginlega sko, og hvaðinni verður hafnað með 55% atkvæða. Ég er nú ekki með mig núna, en svo er að Maastricht skilyrðin sem er að standast sem að við gerum, sko, með stöðun okkar núna gerum við ekki. Meðan efnahags nei. Það er bara það getur snúist mjög fljótt það getur náttúrulega snúist mjög fljótt það er ekki til þess að en ég er alveg sammála að sko með Viðreisn og til að mynda áhættuna sem þeir eru að taka einhver leitinu til að mynda Flokkur fólksins í þessu samstarfi virðist ekki eiga með sterka grasrót. Það er vel að merkja eitt af eðli populískara flokka á þess að segja þessi flokkur. Kemur ekki svolítið með Ragnarið Þór og Já, býtu, síðan alltaf þetta er með Viðreisn. Þau aftur á móti eiga þokkalegt starf. Þau eiga fulltrúa víða í bæjarstjórnum og svo framvegis. Og sko flokkurinn er einhver leitinu til viðkvæmur og sérstaklega hann er að eiga við svona flóknari hugmyndir eins og bara til að mynda hvað ætlaði að gera með þessar 450.000 króna frítekjumark skattahugmyndir og svo það verða augljóslega skattahækkanir sem er hitt kosningalofurinn á Viðreisn. Ég held að það fari Viðreisn ekkert, þau þurfa að fara bara mjög varlega að ætla að lifa af þessi 4 ár sko. Ég held að íslenska ríki sé vanfjármagnað, við náum ekki að gera allt sem það er að gera, bara þannig að sko nauðsynlega hluti eins og til dæmis samgöngur og sjúkur og svo fleira, við skuldum okkur mjög mikið. Það sést bara augljóslega á halla ríkishallanum. Ég er búin að vera í svo mörgum svona pallborðu núna fyrir kosningar og það er allstar allir að tala sko það þarf að full fjármagna málaflokkin. Hvar í heiminum er einhver málaflokkur full fjármagnaður? Ég held að þú sért alltaf Ég sagði það ekki. Nei, ég held að umræðan í tengslu við þetta, það vantar inn meira fjármagn. Verður alltaf, að því finnst alltaf, þú vilt alltaf gera meira og betur og þá er alltaf hægt að hugsa meira og meira pening. Þannig að eins og heilbrigðiskerfi okkar er bara ágætlega fjármagnað
en það var þetta að nýta fjármunina miklu betur inn í þessu kerfi. En inn í þetta kemur þetta að það er búið að vera halli augljóslega, við sjáum bara hallin 1,5% en ekki innan við 1%. Það eru 70 milljarðar króna halli en ekki 40 milljarðar. Já, en það komið til vegna eins og Grindavíkur og vegna COVID-áhrifin og allt svoleiðis. En þá erum við svo nálægt alltaf mörkunum, þú veist, ef eitthvað smá áfall kemur upp á sem að getur alltaf gerst og það setur okkur í þessa stöðu, þá erum við samt að spila þetta oft tæft, sko. Veist, þannig að við höfum náttúrulega ég meina stjórnvöld hafa núna í langan tíma einhvern veginn, þú veist, gert allt nema sko að takin einhver gjöld að þessum stóru atvinnugreinum sem að hafa alla burði til þess að greiða meira inn í ríkissjóð og meðan að vera að fara í alls konar kunstir, þú veist, hækka einhver gjöld á þú veist, bíla og notkun þeirra og hér og þar alltaf sem vera að taka af almenningi og við sáum bara núna sko stærsta breytingin í fjárlögunum núna síðast, þú veist, það átt að vera auka 8 milljarðar sem átt að koma inn í ríkissjóð vegna hvað nú heitir, kílómetragjaldsins. Þú veist, þá var það verið sko stóra málið til þess að laga ríkishallan og og þú veist, það var sérstaklega skattar á nikótínpúða og veip og sérstaklega tala það sko í þessu frumvarpi kílómetragjaldið að markmið stjórnvalda væri að tekjur vegna samgangna væru sko eitthvað visst hlutfall af vergri landsframleiðslu en ekki sko, það vantar fjármagn í þennan málaflokk, við erum ekki að ná fjármagna hann þú veist, og þess vegna þurfum við meiri tekjur, heldur bara að vera eitthvað þetta á að vera ákveðin tekjustofn af vergri landsframleiðslu, þannig að landsframleiðsla ef hún eykst, ætlum við þá alltaf að hækka tekjur, þetta er náttúrulega ansið sérstakt. En þetta er svo sem viðmið, ég er ekkit endilega sammála svona viðmiðum, að það hefur oft verið undirskriftarlisti frá Kára Stefánsinni einhvern tímann x mikið í heilbrigðiskerfi sko, þá miða við verg landsframleiðslu, það hefur verið talað háskólakerfi, þetta er oft notað sem eitthvað viðmið, ég er ekkit endilega sammála því að það sé gott viðmið, einmitt út af því sem þú nefnir, því að landsframleiðsla getur fyrir upp og niður sko. Útgjöld versus sko tekjur inn í ríkissjóð sko. Já, en við vitum hvað samgöngukerfið er að kosta okkur og við sjáum að þessi tekjustopp sem er í kringum samgöngukerfið okkar hefur hríðfallið vegna þess að við erum svo lánsum að hafa farið á rafmagnsbílana. En við erum samt að það hefur ekki verið að auka sko það sem við erum að setja í vegakerfið, veist. Við erum ekki að setja meira tekjur í það og skattar á bíla voru hækkar, bifreiðagjöld voru tvöföldu fyrir 2 árum eða eitthvað og við erum ekki að sjá eitthvað aukalega farin í vegakerfið út af því sko, þú veist, þannig að mínum að þetta bara okkar þú veist, þetta er auka tekjustofn á almenning sko. Já, þetta er það. Og þú veist, og ég meina það væri kannski sér sko, ef að við værum þá, við erum bara þú veist, við erum að taka eitthvað réttlátan arð af sjávarútveginum og þú veist, orkufyrirtæki að borga, þú veist, og hvað það nú er, en þú veist, það er allt gert til þess að hlífa, þú veist, þessu með Breiðubökin á meðan að þú veist, það náði hverja einustu krónu, þú veist, og þetta við erum að tala um að svona gjöld, þetta eru gjöld sem að leggjast allra þingst að þá sem hafa minnst að milli handana, þú veist, þannig að það er bara... Já, það er svona nefskattur sem en það er sko og raforka að hækka uppur öllu valdi, það er tvöfaldast eitthvað heyrði og svo sko heimilin og minni fyrirtæki nota 5% orkunni, svo sá ég að svona Bitcoin gagnaverin, þau eru með 5,7%. Eru orðin einhverjir sem í þessum greftri held ég eftir. Ég held að sé bara engin eftir, en það er fullt af gagnaverum og við skulum bara muna það að við erum að nota örglega einhver gagnaver bara með þessari útsendingu sko. Og gervigreindir er gerð á gagnaverum og svo framvegis. Sko fyrir þau, en ef maður sé eitthvað svona, eitthvað Bitcoin þá sko. En framtíðin á Íslandi til að mynda gæti bara verið gagnaver til að mynda fyrir gervigreindina sem er kerð á, þarf að kera óheimil mikil orku og við gætum fengið umtalsvert hærra verð fyrir raforkuna í staðin fyrir að vera að selja hana borga meðinir hreinlega til álfyrirtæki og svo framvegis. En sko... Nei, það er nú ekki, hún sko Landsvirkjun hefur náð hækkunum til stór fyrirtækina. En svo skiljið þið rétt, er þetta ekki að tala um að þetta er fyrir fyrirtæki, þetta er ekki fyrir heimilin er ekki að hækka? Jú. Raforku er að hækka til heimila og smærri fyrirtækja og raun og veru er stafan að markaði núna þannig að heimila og smærri fyrirtæki eru í samkeppni við stórnotendur raforku raforku.
Þannig að, þú veist, ef að gagnaver vilja borga hátt verð fyrir raforkuna, þá erum við bara, þú veist, ef það áhrif að verðla til okkar, sko. Þannig að við tókum þetta saman hjá ASÍ og erum að sjá, sko, alltaf 37% hækkun á einu ári hjá smásölum raforku og þetta þú veist, það mesta hækkunin, það eru 9 smásalar og sá sem var búin að hækka minnst var að hækka 9% og og þú veist, það þarf ekkert að vera að þetta sé og ég ætla þetta vona ekki, þú veist, eitthvað sem, já, mun hækka ennþá meira en vandamál og við erum samt að sjá það birtast þarna að það að skipta þessum marka ekki upp, þannig að við aðskiljum marka fyrir almenning og smærri fyrirtæki og stórnotendur að þú veist það að hafa þessi áhrif og við erum ekki bara að tala þú veist að þetta hafa áhrif á raforkuverð til heimila, við heldur líka smærri fyrirtæki að það mun leiða til verðlagshækkana og og þetta bara auka rekstrakostnað og koma niður á samkeppnishæfni fyrirtækjanna og bara mögulega fækka störfum, þú veist þannig að þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál að ráðast í breytingar á raforkumarkaðnum og svo gróðurhúsin allt það, sko, þau horfa fram á mikla hækkanir. Og þetta sko síðasta ríkisstjórn lagði fram frumvarp til þess að allavega svona, hvað ég segja, til að þeir gripið inn í ef að ákveðin staða myndi koma upp að þeir gripið inn í og sem myndi þá verja heimil og smærri fyrirtæki einhverju leiti en það náði ekki fram að ganga enda bárust fjölmargar umsagnir þetta mál og fólk og fyrirtæki mjög svona ósammála hvaða leið væri best að fara og ég held, þú veist, Bryndís getur nú kannski svara því betur, þú veist að það er auðvitað bara hægt að fara fjölmargar leiðir og við erum með algjörlega einstakan raforkumarkað hér á Íslandi og það þarf bara að leggjast virkilega vel yfir það, hvaða leið er best að fara, þú veist, af því að við viljum kannski alveg hafa þú veist, frjálsan markað fyrir stórnotendur og bara fá sem best verð fyrir orkuna þar en svo þarf eitthvað annað að gilda hitt og þetta er bara mjög sérstakur markaður. Þetta er svona sko krúnudjásnið okkar sko, að ódýr rafmagn, ódýrt vatn, ódýr hiti og þannig að bera okkur saman við önnur lönd og þá vinnum við alltaf þar alveg rækilega sko. Já og náttúrulega þetta sé sko græn orka sem er auðvitað sko stærðstamálið sko einmitt það er rétt að þetta mál fór ekki í gegn og var svona mikill flækjufótur í þinginu einmitt út af því að umsagnirnar voru svona í alla átt. Ég satt nú ekki í nefndinni þannig ég var nú ekki sko alveg búin að grafa mig ofan í þetta en ég er alveg nokkuð viss að þetta mál heldur áfram sko hvort sem þú veist hjá nýri ríkisstjórn og það þarf að finna eins og segir einhverja leið sem að við getum svona sammælst að sé góða leiðin til þess að verja það og auðvitað munum við alltaf tryggja það hér að sko heimili og minni fyrirtæki hafi rafmagn. En það eru þetta flestir virtust nú vera sammála það í kosningabaráttunni að það væri líka þörf á því að framleiða meiri orku þannig að þú veist og við erum að glíma við það að það er vatnsmagnið lítið í lónunum og þess vegna hefur verið að skerða þá sem hafa verið á skerðanlegu orkunni og það hefur ýtt upp líka verðinu hjá öðrum þannig að það þarf að framleiða meira þó að ég sé ekki sammála því sem sumir hafa sagt að það sé bara algjör kyrrstaða því að kyrrstaðan var rofin á síðasta kjörtímabili bæði með því að stækka einhverjar virkjanir og svo er ég reynda líka persónulega mjög spennt fyrir vindinum og það að mjög öflugur garður hann að koma í Búrfellsnundurinn það er ekki grótt að kalla þetta lund Jó, það er skrítið Já, ok, ég meina við en ég er svakalega spennt fyrir þessu, ég veit að það eru mjög skipta skoðanir vindin og það kom mér á óvart hvað margir voru á mótunum og ég get svo sem alveg tengt við það kannski svona fyrir 15 ára síðan ef að, þú veist, ég fór til útlanda og svona horfa upp eitthvað á vindmyllun það er fínt að við séum ekki með þetta á Íslandi sko og ég fór til Færeyja fyrir kannski svona 7 árum síðan og þá eru þeir komin með svona einhverja nokkra þarna upp á fjallstinda hjá sér og ég meina megni að þeirra framleiðslu var úr olíu og svo voru þeir að prófa sig áfram með vindin aðeins. Nú eru þeir sko, þegar ég fór svo þar síðast í Færeyja, þá voru þeir komið með svona lund á Suðurey minni með að séð og svo fór ég og heimsótti orkufyrirtæki og þeir voru komið með sko leiðir til að
pakka orkunni saman á batteri, það hefur nú verið aðalmálið sko, hvernig þú geymir vindorkun einhvern veginn og eru bara farnir að sko, bara alveg búin að umbylta þessum tölum hvað orðið miklu meira af grænni orku þar og þetta náttúrulega vinnur svo vel saman hjá okkur með vassaflinum og vindinum, þannig að ég alveg hissa á því að fólk ætli sér að sko vera á móti vindinum, sérstaklega þegar það nú framkvæmt sem sko að mestu afturkræf. Miklu minna rask heldur en okkur tíma vassaflirkjum er alltaf mikið það er minna rask en það er samt miklu meira en fólk vil vera að láta rask af þessu og þetta er ekki þannig að bara setur upp einhver vindmyllu og sem bara takir hann aftur þú þarf alveg algjörlega að breyta öllu undirlæginu og svo framvegis nokkur tonna steypu sem fara niður þetta er fræg deila sem náði með miklu hámarki í Ástralíu og það var að líta mikið til þeirra sem þeir hafa nýtt kol meira að minna frá því yðbyltingu og voru lengst af bara að nota kol. Síðan aftur á móti fóru að nota vindin og vindur reyndist náttúrulega mjög náttúruvætni, mjög öflugri á margan hátt. Hann er orðinn gríðarlega öflugur. Hver vindmylla. Tæknin er svo orðin svo miklu betur og kostnari við það. Síðast 5 árum er búin að vera algjör bylting í tæknilega sér. Menn alltaf að tala að við ætlum einhvern veginn að finna tækni til þess að einhvern veginn bjarga okkur út úr loftslagsvandanum. Við erum búin að finna upp þessa tækni. Það er bara enginn sem talar hana. Það er bæði sól og í vindi og eins og með að geyma umfram orkuna, það hefur tekist líka mjög vel og þetta er og fyrir okkur að vera uppgreita sjávarföllin þá verður það náttúrulega að þið uppfærið, við sjáum þetta í Bandaríkjunum gerir þetta er eitt öflugasta ríki í heiminum og eftir kemur Kína er nú þegar búið að ná loftslagsmarkmiðum sínum fyrir 2030 með vindorku og sólarorku. Aftur á móti, vandinn við þetta er sá að fólk bara fílar þetta ekki. Þetta er ekki flóknari það. Það var sama í Ástralíu, fólki fannst það bara ljótt. Það vildi bara ekki hafa eitthvað snúast í kringum sig. Þetta var engin málefnileg rök fyrir þessu, engin málefnileg rök gegn þessu og þetta var mjög sérstök umræða sem menn hafa gett reynilega heimildamindir En ég meina þetta er auðvitað bæði, þetta er rask, þú veist, þó þessi minna enn af sjávarfallsvirkjunum og þú veist, það er þetta sjónræna. Minna enn af vassafli. Svo er það þetta sjónræna og svo er þetta að tala þyrluspaðan og það hafa takmarkaðar verið gerðar á því en ég held þetta sé ekkert bara annarkvort eða þú veist, ég skil vel að almenningur sé ekki spenntur fyrir þessu, þú veist, það er svolítið annarkvort að Danmörk, þú veist, þú veist bara hefur ekki sömu náttúru fegur og við höfum hvort að þau eru að fara í vindmyllur og hafa kannski ekki aðra kosti eða hvort við ætlum að fara full force í þetta, þú veist, og svo er það líka við viljum kannski vindmyllur en þú veist, setjum það þá á okkur fásæði, förum ekki að flengja þessu átum alla koppa á grundir og svo eins og þú nefnir, þú veist, það er gríðarlega hröð þróun hvað varðar orkukosti og þú veist, kannski þurfum við bara aðeins að fara hægt í sakinar, þú veist, setjum upp einhverja vindmyllur og svo framvegis en býðum aðeins og sjáum, ég meina kannski bara til 5 ár verður sjávarfallsorkan og tæknin í kringum það, þú veist, henni búið að fleygja fram og þá er það kannski bara orðin einhver raunhár möguleiki og þá viljum við kannski ekki vera búin að hendi vindmyllum hér út all land sem eru, þú veist, við erum ekki að fara að taka þær burtu næstu 20 árin, það er samt þannig þú getur á einhverjum tímapunkti, þú veist, þannig að við þurfum allan að fara hægt í sakina. Ég er sammála því. En við erum ekki búin að hreyfast neitt, við erum búin að fara hægt í. Það er vandinn við þessu umræðu. Það er búið að samþykkja Búrfellslund. Búrfellslund vissulega, en menn hafa auðvitað áætlanir upp einhverja 20 svona lundi út all land og það má alveg skoða það mun betur. En staðan eins og hann er núna, bæði mitt í orkunni og sem og þegar kemur að verðinu, verður bara að segja þetta að skrifast að mörguleitinu til á verkleysi síðustu ríkisstjórnar sem bara virðist ekki hafa náð saman um einhver skapaðan hlut, hún var þá ólík á margan hátt að það hreyfðist ekki hvorki það að festa þetta í lög að finna einhverja leiðir á því að verja heimili fyrir svona þessum það er smá svona kapplaup í orkumálum og það eru svona einhver ólígarka fnikur hreinlega sem að mynda sig kringum þetta. Vindmyllunar eru gott dæmi þetta. Þetta er Landsvirkjun með 1 lund, svo er einhver 19 fyrirtæki með rest og þeir vilja byggja þetta bara ofan á einhverjum arnarhreiðurum á Vestfjörðum og svo framvegis og enginn að hugsa neitt. Og málið er bara, og ég skilaði þetta vel að sjónarmið voru mjög ólíkir þessum málaflokki síðustu ríkisstjórn en að gera alltaf ekki neitt er að gera það verkum að við erum að hægja á öllum þessari orkuskipta umræðu líklega 10-15 ár að minnstakosti, bara þessari ríkisstjórn.
En það líka sko Já, ósamstæða þar. Að það þarf að taka þessa andstöðu eða myndu andstöðu, þú veist, við þessa virkjanir og setja hana í samhengi. Þú veist, nú var lagt fram frumvarp hér á vormánuðum í tengslu við öflun, eða þess að vindorku og það átti að keyra það í gegn og í raun og veru, þú veist, gera það auðveldara að setja upp vindorku kosti og gera það kleift að þú veist, það færi fram hjá rammaáætlun. Það þyrfti ekki að fara í eins svona umfangsmikið mat og aðrir orkukostir áður en og það átti að gera þetta í gegn án þess að það væri búið að ákveða þú veist, hvernig ætlum við að skattleggja þessi fyrirtæki, þú veist, og hvert að sá arður að fara, þú veist, á hann að fara til nærsamfélagina og við sjáum það bara í Skeiða og Gnúpverjahreppi að þetta ástæðan fyrir að það andstæða þar fyrir þessu, þú veist, þannig að auðvitað þarf að ákveða þetta fyrst, þú veist, áður en við förum og við sáum það bara með fiskeldi, þú veist, og það var eitthvað bara, þú veist, engin rammi settur utan greinina og allt fara að stað. Nei, ég meina þau hafa sjálf kallað eftir þessu fiskeldisfyrirtæki. Nei, ég meina við erum lög fiskeldi og við endurskoðum 2019 og það var bara, þú veist, en ég meina það alveg ljóst að þeim var ekki fyllt, skilur, og það má bæta eftirlitið og það má örugglega bæta lagaramann, en það rammi, sko. Það lagaramann og maður fylgja því sem var bæði í Noregi og Færeyjum. Og það auðvitað bara búið, hefur komið skýrt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar. En þú veist, aðalmáli að við þurfum að vera búin að ákveða þessa hluti áður en við förum að staði í þetta og af því að það við vitum það bara með fyrirtæki, þú veist að það og við, þetta er bara gerst í Noregi, þú veist, með fiskeldi og aðra, þú veist, að fyrirtækin segja sko, þið ekki setja skatta á strax, þú veist, að því að við þurfum að fá að vaksa, þú veist, en svo það komið lengri inn í það bara, við hefum viljað vita þetta fyrirfram, sko, þú veist, og það alltaf erfiðar að setja á okkur skatta eftir á, þannig við þurfum bara, þú veist, að ráðast í þessa stefnumótun áður en við förum með þetta á fullt, þú veist, þannig að það eru bara ansi umfangsmikil verkefni sem bíða þeirra ríkisstjórnar sem tekur nú við, en fráfarandi ríkisstjórn þó allan og kannski aðeins búin að undirbyggja umræðan og þetta gera heilmargt og þú veist, þetta ekkert eins og það sé ekki hægt að nýta, þú veist, þessa grunnvinnu sem hefur þó verið unnið og þá bæta við það ef menn og konur vilja, sko, þú veist, þannig. Nei, ég held að það sé, ég menna, út af alveg segi bara verkleysi, sko, ríkisstjórnarinn með við höfum bara átt okkur á því það hefur ekki verið neinn samstæða það hvað þetta gera hér í orkumálum og það óháð ríkisstjórnin bara Alþingi Íslendinga sko og Samfylkingin og það eitt af því sem kom kannski nýtt með Kristrúnu líka breytt kúrs í orkumálum þú veist það var bæðið Evrópusambandi og stjórnarskráin það var líka útlendingamál og orkumál þú veist þannig að það eru allir þessi risastóru málaflokkar þannig að það varð allt í einu núna urðu flestir sammála fyrir þessar kosningar að þyrfti að afla meiri orku ef þú hefði spurt fólk fyrir 4 árum síðan þá var það bara alls ekki það var bara alls ekki þannig, það var kannski Sjálfstæðisflokkur og Framsókn og það var nú bara 2 fram viðflokknum núna síðast þannig að kannski ekki hávært en það var bara þannig. Þannig að ég held að við séum allavega komin á þann stað og það er búið að vinna töluvert. Ég sjálf persónlega segi bara mér hefur fundist að ganga allt og hægt með vindinn. Og það er einmitt vegna þess að það hefur svona ósamstæða og fólk er svo hrætt við ýmislegt. En það er töluvert mikil vinna búin að eiga sér stað og það var þarna hópur sem að Guðlaugur Þór var með. Þá kemur þetta sem að þú ert að nefna sem er sko skattlagningin, sérstaklega sko þar að segja fasteignagjöld og hvað sveitarfélögin fá úr þessu. Og það tengist náttúrulega líka bara öðru vandamáli að við erum með allt og mörg lítil sveitarfélög í landinu sko. Og þetta hefur líka verið með aðrar orkuaflanir sko, þú veist að, heyrðu þessi fekk húsið sko, þá fær hann fyrst að fasteignagjöldum og svo líka leiðslutnar yfir sko hitt sveitafélag og þau fá ekkert. Og þetta auðvitað eitthvað sem að sko þyrfti að skoðast kannski bara í heildstæðra, hvort sem það er sko, búa til einhvern rammutan það séu fasteignagjöld af þessum vindmyllum og hvað fær fólk út úr því, en þá fær nágrannssveitarfélagið ekki og þá tengist það nú líka að því að ég heldur þurfum að sameina sveitarfélög. Þetta er flókin umræða þetta með sveitarfélagina þegar við sjáum það að í Noregi hefur þetta verið gert að þar njóta sveitarfélagin þess ef að þú veist það eru vindmyllur eða einhverju orkukostir þar en þetta er ekki alveg samanburðarhæft. Við erum með einhver sveitarfélag, er ekki minnsta sveitarfélagi með 50 íbúða eitthvað? 80, þú veist, þannig að 60, þetta var og nú er ég ekki að segja að sveitarfélagin er ekki að njóta góðs af þú veist, því sem að fer þar fram en við sjáum alveg fyrir okkur, ég meina það er nokkuð auðvelt fyrir fyrirtæki að ná fram ansi miklum áhrifum í svona litlum hópi, þú veist, og ég meina það getur bara, þú veist, ég segi svona, við þurfum að horfa allar sviðsmyndir
og þú veist, upp að hvaða marki réttlátt einhvern veginn að bara vegna einhverja staðsetningar, þú veist, ætlum við þá að fara að segja, já, hérna, þú veist, Kerisins á Ísafirði, þeir eru að fá bara alla skattana, eða þú veist, við þurfum að þess að já, það eru ýmis sjónarmið sem að skipta þarna máli. Já, og ég ekki að segja að sveitarfélögin eigi ekki nota góðsæði, en það þarf að skoða þetta í samhengi við starfssveitarfélög og líka þetta með ákvarðanatökuna. Núna átti að færa töluvert vald til sveitarfélögina varðandi ákvarðanatöku, vindorku, kosta og í svona óbærslega fámenni sveitarfélögum, þú veist, bara þessi þekking og þú veist, bara hafa þau þessa burði til þess að taka þessar ákvarðanir og ekki bara burði, en ég meina, þú veist, hvað með þrýstingin þegar við erum að tala þetta og þetta fáir, þú veist, þannig að þetta skapar alveg já, kannski verður til einhverju gróðrastíð bara fyrir eitthvað svona ákveðna spillingu og frendikli og svona lobbyisma sko. Kannski óþarlega mikil. Ef endur þetta upp í Álfabakka 2? Eða hvað heitir? Græni veggurinn. Finnst ykkur ekki merkilegt að þetta geti gerst? Bara ömurlegt og fólk segja hvernig bara vakna upp í þetta núna þegar húsið komið upp sko. Já. Og það er alveg ótrúlegt bara. Ég held að Íslandingar séu bara... Er þetta ekki fullt nálagt í íbúðarhúsinu? Það er ýmislegt í þessu og ég held að Íslandingar séu bara svolítið orðlausir yfir þessu og þetta er svolítið svona, kannski maður sér hvernig kerfin taka yfir, það er ekki lengur fólk greinilega sem er að velta svo miklu fyrir sér, hvorki stjórnmálafólk né aðrir, þá allt innu stendur skipulega einhvern veginn svona og sérstaklega eins og kannski ég var nefndu þetta að hugum hefur verið treyst fyrir skipulaginu, ég svona staldraði eins við þá hugmynd. Já, það sagði það ykkur í meirhlutanum. Já, það var Dóra Björt í Pírötu sem sagði það og það var svolítið komur á óvart, ég bara svona já, ok, þannig að fyrirtækinu er bara fann að skipulegja sín eigin hús núna og ég meina, ef það er reglan er það alveg athyglisvert en ég hef ekki heyrt að það sé reglan hingað til. Svo líka kannski athyglisvert að það er einhvers konar sýndarlýðræði virðist vera í borginni sem maður sé glitti í á og til það sem verið að kalla eftir athugasemdum frá íbúum þegar þeir sem búi í Reykjavík alveg bara pressunulega laus við það búi í Reykjavík. Við kannumst öll við þetta, það er að segja að það er grændarkynning, það er verið að segja að það er byggja eitthvað bara núna fyrir ekki svo löngu síðan var á Holtsgötunni, þá átti að rífa eitthvað fornfrægt hús sem átti að vera ónýtt og það átti að byggja ekki bara annað hús, heldur átti að fullnýta byggingarmagnið og gera 4 hæða blokk inn í Vesturbæ Reykjavíkur, gamla Vesturbænum sem nýtur að auki hverfisverndar. Allir í hverfinu mótmæltu þessu, allir sendu bréf, það voru með málefnaleg rök, alltaf erfitt hverfi stjórnsýslulega séð því ég held að annarkvæð maður hans er lögmaður eða arkitekt sko, þannig að þetta gerir þetta enda flóknara og en engu síður var allt samþykkt, ekki hlusta á neinara sem ábendingum. Það var ekki fyrir að var kært til auðlindar og einhverja nefndar, hvað sem það heitir, einhverjum lögfræðingum datt það einmitt í hug allt í hennu og þá kemur í ljós að þetta var kólólögleg ákvörðun og hún var felld og gildir hreinlega. Þrátt fyrir að búið að benda þeim á þetta, þrátt fyrir að búið að senda þeim 500 svona bréf þetta. Þannig að maður veldi fyrir sig, af hverju er það að kalla eftir áliti bæjarbúa, borgarbúa, að það skiptir sér einhver máli fyrir niðurstöðu málsins, hún er bara hvort þið er samþykkt óbreytt. Sama við með þetta fólk sem er í Breiðholti, ég meina þetta gerst í Vesturbænum, ég efast það. Og þar er búið að gagnrýna þetta, það er búið að senda inn mótmæli, þau hafa ekki verið öskrandi og þau hafa ekki verið lögmenn og það hafa ekki verið fólk sem þekkir kjörna fulltrúa eins og kannski í Vesturbæ Reykjavíkur, en engu að síður ekki hlusta á neitt af þessu og allt er bara rís, bara sagt bara, fyrirtæki fær bara að gera þetta, hlustið þið ekki bara á þessar tillögur og auðvitað ekki, menn þau bara byggja sitt hús. Skaðin er skeður. Ég finnst þetta sko furðulegt, ég var nú mjög lengi í skipulagsnefnd í Mosfellsbæ og formaður mjög lengi og ég meina maður man eftir því að stundum kom eitthvað upp og þetta var stundum þannig sko að ég man sérstaklega eftir einu dæmi og það voru sko 2 áfangar, skipulagsáfangar upp í Helgafellskverfi, það var áfangi 1 sem var auga í miðjunni og svo 2 sem var í kringum. Og svo þegar þessi hús rísa og þá fyrir þetta líka hæðasetningu í götunu eitthvað og þá er þessi veggur nú svona frekar stór sko. En þetta voru íbúðir sko, sitt hverju megin. Og ég hef ekki ennþá sko skilning á því hvernig hægt er að gera þessi mistök. Og þú segir valubeitu bara kerfið, ég meina sko kerfið í Reykjavíkurborg er almennt talað hjá verktökum og þeir sem er að byggja að það sé rosalega þunglamalegt og erfitt því þetta fer fyrir fund eftir fund og embættismenn eftir embættismenn og það sé almennt lengri ákvarðanataka í Reykjavíkurborg, allavega heyrði ég þetta einhver tíma frá reyndum aðlum, ef þú miðaði við Mosfellsbæ eða Kópavog og Hafnarfjörð eða nágrannasveitarfélögin. Þannig að þetta ætti að hafa lent á skrifborðum hjá nógu mörgum.
og jafnvel þó ég get ekki sé á myndum að hæðasetningi sé eitthvað skrítin og jú, mér skilst að fólk hafi nú vita að þarna ætti að vera sko verslunar og þjónusturými og þá hefur kannski fólk búist eitthvað fallegri byggingu heldur en þú veist vegg en einhver hefði nú átt að hugsa samt sem áður út í það og ég heyrði Dóri Björk líka segja að fólk hefði verið að velta fyrir sig sko einhverjum blóminu utan á vegginu og bara þetta fólk þetta alveg búið að missa en svo verslunar og þjónusturými líka kannski svolítið annað en hérna þú veist einhver vörugeymsla og þú veist trukkar og en er það ekki einmitt máli þú veist að tala þú veist að þetta er búið að fara á okkur trilljón skrifborð þú veist að ég meina við viljum alveg hafa eitthvað ramma eins og þú nefnir þú veist og hérna samráð svo framvegis og ekki bara að fyrirtæki hafi þú veist hérna opin tjekka á hvernig þau vilja hafa hlutina en þú veist að þarna kannski það samt einhver potti brotin þetta eru oflókið eða sko stjórnsýslan einhvern veginn þú veist þetta að fara of mörg borð og einhvern veginn þú veist það of margir aðalega sem koma að þessari ákvarðanatöku og þessi máli þannig að þetta einhvern veginn bara týnist þú veist bara já hérna þetta breyta mörgum málum og þú veist það eitthvað að í þessu ferli sko þetta fellur einhvern veginn milli skipsabryggju sko og svo það grafalvarlegt mál vegna þess að það augljóst að hvernig sem fer þarf borgin að borga einhvers konar skaðabætur það skiptir engu máli þetta er það bara hérna leið A sem kostar 500 milljónir eða leið B sem er miljardir að 2 og þetta er svo galin mistök að því leitinu til að nú allar hvað semja ég heyrði Einar Þorsteins og borgarstjóra tala að þetta kannski taka eina hæð af og ég hugsaði bara ég sé ekki hver munurinn þar væri skaðin samt sem aður skeður svo furðuleg hugmynd bara eins og það var svona filosófera bara í beinni útsendingu og svo einmitt sama við með sko þessar íbúðir það eru náttúrulega orðan meira að minna verðlausar segi ekki, eða kannski ekki verðlausar en það eru bara snarlækka í verðið augljóslega augljóst að það þarf að greiða þessu fólki einhvers konar bætur og svo veldur maður fyrir sér hvert þá maður að kæra þetta án gríns, bara ég meina ef þú íbúið þarna, hvað þetta gera þetta mál? Þetta sko búsetti sem átt en svo var ég líka reyndar, ég hef ekki skoðað þetta alveg en einhvers staðar var ég að heyra einhvern arkitekt tala sko bara nú væri þéttingarstefna komin í þrot sko því það væri að gleymast að hugsa bara mannlega þarfir og þá væri að benda á þetta í norður sko og það er nú almennt ekki margir sem eru þá með stofugluggana sínum, ég sýndist að einhverju viðtali að viðkomandi var með stofu og svalir út sko í norður og þá er það býtu hvar ef þetta er í miðri blokk hvaðan kemur birtan sko þú veist þannig að ég meina bara það hvernig íbúður eru hannar skiptir alveg óboðslega miklu máli hérna upp á Íslandi þar sem er nú oft niða dimmt og svona þannig að og ef að þú í þokkabót áttir þetta var kannski nánast í eina birtansóttur að fá og mögulega sást upp á Esju og svo bara sérðu græna vegg sko. Þetta er bara þetta myndi ekki vera alveg í anda þéttingarstefnunar einu sinni þú veist að við erum alltaf að tala sko þú veist að við þurfum að nýta þú veist eitthvað dýrmætt land ég meina það er takmarka landin á höfuðborgarsvæðinu og nýta það fyrir íbúabyggð og þétta og hafa það eitthvað svona starfsemi eitthvað starf í jaðrinum þannig að mér finnst þetta einhvern veginn ekki alveg sko, í samræmi við það reyndar að sjá myndir af þessu maður kannski gerir þess betri grein fyrir því það var aldrei verið að fara að byggja íbúðarhús þarna, þetta er alveg við þarna viðslaufunar nánast þannig að það er ekki alveg takt í það og staðsettingin sem slík er ekkert galinn fyrir svona hús einu mistökin raunverulega eru að þeir skipuleggja, þeir alltaf greinlega koma fleiru samskonar húsum fyrir á svæðina fyrir aftan á landið þar þannig að þetta einhvern veginn fer svona inn í íbúðarbyggðina til þess að passa allt saman, þetta er bara svona Lego og þeir raunverulega fara aðeins og langt með þetta fyrir gluggana en hefði þurft að vera lengra þá hérna suðvestur eða hvernig sem það er þetta er, og svo má líka kannski annar punktur, það er ákveðin reiður sem er beinstakinn högum í þessu máli ég skil hann ekki einu sinni ég skil alveg af hverju Hagar vilja byggja sitt hús og hafa það hagkvæmt fyrir sig og sína og svo framvegis það er ekki að kenna einhvern fyrirtækinu að borgingi kunni ekki að skipuleggja hverfið sín það er bara absúrt þeir bara byggðu samkvæmt ekki þeim að kenna þessum máli, alls ekki sko Heyrðu, nú ætla að fara að hætta þessu Koma jól Já, koma jól Valur, Auður Orfa og Bryndís, takk fyrir komuna og þið sitja áfram í sjónvarpið, það kemur ykkur fínt til rétt á eftir Sósíalistaflokkur Íslands óskar landsmönnum öllum gleðilegra hátíða og farsældar í baráttu sinni á nýju ári þökkum stuðningin á árinu sem er að líða Sósíalistaflokkur Íslands